Komið sæl og velkomin í samtal ferðaþjónustunnar við stjórnmálin. Í þessum þáttum bjóðum við til okkar formönnum og leiðtogum stjórnmálaflokkana í spjallum framtíð ferðaþjónustunnar og hvernig við sjáum framtíðina fyrir okkur eftir COVID. Þættirnir eru sendir út á Facebook-síðu SAF og vísi.is á miðvikudagsmorgnum klukkan 9:15 og gestur okkar í dag Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og formaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboðs. Komdu sæl og velkomin. Takk fyrir. Takk fyrir að vera með okkur. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Þetta nú ekki svona kannski fjölskyldu vænasta starf landsins sem að þú ert í. Hefur þið tekist að ferðast eitthvað með familíuna undanfarna mánuði landið? Já, við ferðumst reyndar alltaf töluvert innanlands og auðvitað var það aðeins öðruvísi síðasta sumar en sumurinn þar áður. Það var dálítið magna til dæmis að fara að Gullfossi og Geysi og vera eiginlega ein. Það var eiginlega bara, ég var að segja við strákana mína, svona var þetta alltaf þegar ég var lítil hér. Nema þá var þetta ekki búið að ráðast í alla þessa uppbyggingu sem búið að ráðast í stíga og annað sko. En já, við ferðumst hvort sem það er heimsfaraldri eða ekki, þá ferðumst við alltaf mikið innanlands. Og uppáhaldið okkar er náttúrulega að ferðast gangandi, sko. Já, þið eru mikið í því, þið farið í gönguferðir. Já, ég meina mikið og mikið, sko, við gerum það, en maður upplifir landið aðeins öðruvísi þegar maður er utan vegakerfisins. Það er svona aðeins annað og ég er ekki að segja, mér finnst það stórkostlegt. Drengirnir, þeir eru hins vegar þjóðvegamenn. Þeim finnst ég ætla nú ekki að fara að ráðast í auglýsingastarfsemi en Staðaskáli hefur verið nefndur sem besti veitingastaður landsins af þeim sko. Þannig að þeir eru svona vega sjoppumenn líka sko. Það er dálítið interessant. Það er nú gott að ég man eftir að hafa verið mikill vega sjoppumaður á ákveðnum aldrei líka. Þannig að þetta er greinilega afburðað fólk sem þú ert að ala upp þarna. Já, þeim fannst sko magnaðast á Akureyri í sumar að kynnast konseptinu eða fyrirbærinu svona djúpsteikt pilsa með alls konar dóti ofan á sem er ekki hægt að kaupa í Reykjavík. Það er ekki hægt að kaupa í Reykjavík. Þetta var mikið tekið í sumar. Já, þetta er skemmtilegt. Þannig að það eru ólíkir hlutir sem höfða til ólíkra ferðamanna. Mikið rétt, þetta er eitthvað sem við höfum komist að ítrekað og það er svolítið skemmtilegt einmitt að heyra svona þetta mismunandi teik sem að Íslendingar eru með á ferðaþjónustuna. Sumir eru að nýta sér einmitt hótelin fyrst og fremst og gera vel við sig í því og aðrir vilja einmitt bara komast út í náttúruna, vera upp á hálendinu og tjalda og rústikara þetta svolítið vel. Já, svona virkilega tengja við landið sko. Akkurat. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt ef maður hefur tök á því að komast í það sko. Það er það, ég tek undir það. Við höfum fengið svona ýmsar ábendingar frá okkar félagsmönnum það hvað við eigum nú að spyrja stjórnmálamenn að í þessum þáttum og það leiðir svona fyrst alltaf að sama brunni og það er rekstrarumhverfi fyrirtækjanna og nú eru kosningar framundan og stjórnmálaflokkarnir farnir að svona horfa inn í næsta kjörtímabil og hvað þarf að gera til þess að koma efnahagslífinu upp úr þessum skurði og allt þetta. Rekstrarumhverfið er þungt hjá íslensku fyrirtækjum svona í samanburði við mörg önnur samkeppnislönd okkar. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur hjá VG? Hvað sé annars vegar kannski hægt að gera til að létta á rekstrarumhverfi fyrirtækja og hins vegar kannski bara hvað þurfi að gera til þess? Er þetta eitthvað sem þið hafið mótað ykkur stefnum og hort inn í næstu 4 ár með? Já, það er auðvitað þannig að því þú spyr sérstaklega um VG að við auðvitað eins og aðri stjórnmálaflokkar erum í ítarlega stefnu ferðaþjónustu sem eiga síður samin fyrir heimsfaraldur þannig að hún auðvitað ber þess merki. Ef ég bara tek aðeins ríkisstjórnina sérstaklega þá var það okkar sýn alveg frá upphæði þessa faraldurs að við vildum styðja við ferðaþjónustuna til að komast í gegnum tímabundið ástand. Og auðvitað vissum við ekkert í byrjun hversu langvarandi þetta ástand yrði en ég segi það líka, við höfum nú væntingar til þess að það hilli nú undir svona ljós við endan á göngunum eftir því sem bólusetningu vindur fram og hugmyndin hefur auðvitað verið svo allan tíman að styðja við fyrirtækin og fólkið í landinu og þess vegna hefur til dæmis hlutastarfaleiðin í raun og veru verið umfangsmesta úrræði stjórnvalda því hún miðar að því að gera hvoru tveggja í einu. Síðan hefur við auðvitað verið með styrki fyrir þessi minni fyrirtæki, tekjufallsstyrki og viðspyrnustyrki og þegar ég segi minni fyrirtæki þá eru þetta yfirgnæfandi meirihluti íslenskra fyrirtækja telst vera minni fyrirtæki ekki síst í ferðaþjónustu. Þar sem einmitt sko hún hefur auðvitað vaxið þannig að þetta er alveg ótrúlega, þetta er sko grein sem byggir á einstaklingsframtakinu getum við sagt. Það er að segja ofboðslega mörg smærri fyrirtæki land allt sem hafa auðvitað vaxið og dafnað undanfarnum árum en hafa auðvitað orðið fyrir verulegum búsifjum.
staðan auðvitað aldrei ólík milli höfuðborgarsvæðisins og hinna dreifðu byggða, bæði vegna þess að íslenskir ferðamenn eru auðvitað fremur að ferðast hinna dreifðu byggðir og gerðu það síðasta sumar og meðan hér á höfuðborgarsvæðinu og þessu svæði öllu kannski suðvestur horninu hefur þetta verið eiginlega legið niðri nánast frá upphafi faraldurs. Akkurat. Við búum náttúrulega á 2/3 hlutum nærri hérna á suðvesturhorninu og dreifum okkur landið þegar við förum að ferðast. Þannig að þetta hefur verið miklu flóknara kannski að mörgu leyti fyrir fyrirtæki hér á höfuðborgarsvæðinu. Já, þetta hefur verið annars konar áskorun. Þetta hefur verið áskorun fyrir alla en þetta hefur verið annars konar áskorun af því að einmitt að minnsta kosti innlenda hagkerfið að einhverju leyti tók við sér þegar koma ferðaþjónustu í sumar út land. Akkurat. En hvernig nú, svo ég grípi nú bara því þú talar hlutastarfaleiðina, sjáu þið fyrir ykkur að framlengja hana ennþá lengur fram að áramótum jafnvel eða fram á næsta sumar. Þetta eitthvað sem að svo náttúrulega verður líka verkefni næstu ríkisstjórnar að fást við. Já. En hvernig sem hún verður en þessi framlenging á þessum úrræðum sem að núna eru eins og hlutastarfaleiðin sem hefur nýst fyrirtækjunum afar vel. Þetta eitthvað sem að í spilunum? Já, við erum í raun og veru að skoða núna hvað gerist næst og það má segja það því að ég nefndi hér tekjufallsstyrkina og viðspyrnustyrkina þá eru núna bara í janúar og febrúar þá hafa smá og meðalstór fyrirtæki og fyrst og fremst í ferðaþjónustu verið að sækja þá styrki og svo taka við viðspyrnustyrkinir og við erum að sjá fram á að þeir geti kannski numið alltaf 20 milljörðum eða okkar áætlanir. Verður hlutastarfaleiðin framlengt? Já, við erum í raun og veru að skoða vinnumarkaðsúrræðin okkar sem í einni svona með heildstæðum hætti þessa myndir. Þannig að við munum svona koma mjög bráðulega út með það hvað við ætlum að gera næst. Við höfum verið að gera ákveðna hluti, það er að segja, það er hlutastarfaleiðin, það er auðvitað hækkun bóta, við erum búin að vera með þessi störf með styrk líka, það er að segja að styðja fyrirtækjum til að ráða fólk á atvinnuleysisskrá. Þannig að við erum að fara yfir þessar aðgerðir heildstætt og eigum von á því að kynna eitthvað á næstu dögum svona framhald þessar aðgerða. Það er áhugavert að heyra. Já, en ég meina, atvinnuleysið eru þetta bara og atvinnuástandið að því þú nefndir hér í upphafi að kosningar væru framundan. Ég held að þetta verði stóra máli. Það er að segja hvernig ætlum við að takast á við atvinnuleysi sem er í kringum 12% á landsvísu mun meir í sumum landshlutum. Hvernig ætlum við að takast á við þetta og þar auðvitað mun ferðaþjónustan vera mjög mikilvægur hluti. Akkurat. En þetta er einmitt eitt af því sem að við náttúrulega höfum svo sem verið að tala hér í rauninni frá upphafi faraldursins að það er þetta atvinnuleysis vandamál sem er kannski af annarri stærðargráðu núna heldur en við þekkjum svona sögulega á Íslandi og þó við höfum fengið svona skot eftir bankahrunið líka þá virðist þetta ætla að verða langvinnara og svona þau neikvæðu samfélagslegu áhrif sem því fylgja eru þetta eitthvað sem við viljum losna við sem mest. En hvernig, er þetta eitthvað sem þú sérð fyrir þér að verði hægt að örva og í rauninni bara hvernig er hægt að örva þessa grein eins og ferðaþjónustuna sem er augljóslega sú grein, útflutningsgrein sem að skulum segja, sem að auðveldast með að vaxa hratt þegar þetta kemur aftur, fá fólk aftur í vinnu. Með hvaða hætti getur ríkið tekið þátt í að örva það að ferðaþjónustan komist hraðar af stað? Ég held að það sé alveg hárrétt að ferðaþjónustan mun geta tekið mjög hratt við sér þegar þær aðstæður skapast. Og ég held að eftir undanferða ár þá sé komin upp mikil ferðaþörf í heiminum. Ferðaviljin er kannski ekki ennþá komin, ekki meðan við erum svona ennþá stödd á þessum stað sem við erum á í faraldrinum, en ferðaþörfin er til staðar og ferðaviljin verður fljótur að myndast. Og allt það sem við höfum verið að gera, meðal annars reyna að tryggja þetta ráðningarsamband fólks við fyrirtækin, vera með þessa styrki við miða því að við séum að styðja við ferðaþjónustuna til að geta staðið hratt á fætur. Það sem mér hefur fundist líka áhugavert að fylgjast með það er innviðauppbyggingin sem hefur verið ráðist í á meðan. Og það er nú eitt að við erum fljóta að gleyma og mér finnst ég sjálf eiginlega ekki að hafa talað neitt annað en faraldur í heilt ár. En áður en hann skall á það var mikið rætt þolmörk samfélagsins gagnvart ferðaþjónustunni að við höfum ekki verið nægjanlega dugleg að byggja upp innviði fyrir ferðaþjónustuna og við höfum auðvitað verið að nýta tímann til þess að gera nákvæmlega það. Við erum að sjá mjög flotta uppbyggingu og innviðum til að mynda í gegnum framkvæmdasjóð ferðamannastaða og síðan í gegnum landsáætlun uppbyggingu innviða. Þakka þér fyrir, þetta eru svo gríðarlega þjál heiti. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli að við séum að nýta tímann til að undirbúa okkur í þessum málum.
og þessi uppbygging hefur náttúrulega átt sér stað tiltölulega hratt eftir 2016, svona eftir þessi legacy vandamál eftir hrunið voru leyst og ríkissjóður var farin að geta svona athafna sig svolítið. Þannig að þetta það sem að okkar félagsmenn horfa náttúrulega mjög mikið á svona þetta rekstrarlega umhverfi, hvernig verður gjaldtökunni háttað, hvernig verður virðisaukaskattsumhverfinu háttað og þar fram eftir göttunum og eitt af því sem að menn horfa þar á náttúrulega til dæmis þessi frumvarp miðhálendisþjóðgarðinn sem að kemur núna fyrir þinginu og svona sitt sýnit hverjum þar eins og í samfélaginu, en það kannski einmitt hugsunin það sem svona hræðir marga okkar félagsmönnum að gjaldtöku heimildirnar séu og víðar og menn að horfa á þetta svona almennt einmitt næstu árin með hvaða hættir getur einmitt strúktúrera þetta til þess að auðvelda fyrirtækjunum að ráða fólk einmitt aftur að þess að kostnaðurinn í fyrirtækjunum geti frekar farið að ráða fólk til starfa heldur en í þennan ekstra kostnað allskyns gjalda og slíks. Þetta auðvitað, sko, ef við tökum annars eða þjóðgarðinn og hins vegar bara gjaldtökuna almennt, þá auðvitað gert ráð fyrir fjármögnun þjóðgarðsins í fjármálaáætluninni sem auðvitað, sko, veitir okkur ákveðin fyrirsjáanleika og þar verið að gera ráð fyrir í raun og veru fjármögnun í kringum þennan þjóðgarð og ég held að það nú bæði búið að vinna það mál töluvert vel í undirbúningi þess og það líka verið að vinna mjög vel að því að ég tel inn í þingnefndinni sem með þetta meðferðar. Þannig að hugsunin auðvitað svo að þjóðgarðurinn geti orðið aðdráttarafl í sjálfu sér og ég held að hann muni verða það. Ég held að þetta muni verða svona fjöður í hatt bæði Íslands þegar kemur að málefnum náttúruverndar en ekki síður ferðaþjónustu. Af því við nefndum það nú hérna í upphafi það að upplifa landið til dæmis í gegnum það að ganga landið einstök upplifun og ég held að þjóðgarður muni geta skapa fjöldamörg tækifæri í þeim efnum. Þannig að ég hef kannski ekki þungar áhyggjur af því, en hins vegar get ég tekið undir með það og tengist því sem ég nefndi hérna í upphafi að nú erum við allir stjórnmálaflokkar með ítarlegar stefnur ferðaþjónustu sem auðvitað bera þess sem taka ekki mið af því að ferðaþjónustu í heiminum hefur dregist saman 90% undanfarið ár. Og það eitt af verkefnum okkar landsfundar sem verður núna í maí. Það auðvitað að taka þetta til endurskoðunar og hvernig við getum haft umhverfi ferðaþjónustunar þannig að við getum tryggt hún geti byggt sig upp. Síðan þarf að taka ákveðna prinsippumræðu sem tengist í raun og veru þessari auðlinda nýtingu almennt og ég nú sjálf með frumvarp til breytinga á stjórnarskrá inn í þinginu núna þar sem einmitt lögð til ákveðin breyting á stjórnarskrá þar sem auðlinda ákvæði kom inn og í greinargerð fjalla mjög ítarlega það hvað auðlindanýting og það auðlindanýting einmitt að nýta ósnortna náttúru með því að horfa á hana. Þannig að þetta auðvitað umræða sem við munum eiga eftir að taka. Hvernig ætlum við að sjá þetta til framtíðar? Ég held að það skiptir máli að við gerum það til dæmis í mjög góðu samráði við greinina. Þannig að við einmitt sköpum ykkur sátt það hver á gjaldtakarna ferðaþjónustuna að vera til lengri tíma. Akkurat. Ég held að þetta sé við erum náttúrulega komið með þennan grunn sem að framtíðarsýn og leiðarljós ferðaþjónustan til 2030 sem að var unnin í góðu samstarfi við greinarinnar og stjórnvalda og það áhugavert að sjá það að sá stefnugrunnur heldur í rauninni gildi sínu þrátt fyrir faraldurinn, þar að segja að þar til dæmis varðandi þetta atriði rætt mikilvægi þess að ná jafnvægi í nýtingu og vernd náttúruauðlinda. Þannig að þetta klárlega samtal sem á eftir að eiga sér stað lengi og það sem menn eru kannski fyrst og fremst núna að horfa á einmitt, hvernig komstu í gang næstu 4-5 árin. Og ég held að að minnst okkar ef ég tala fyrir minn stjórnmálaflokk að við höfum mjög mikinn skilning á því að ferðaþjónustan þarf núna ráðrúm til að byggja sig upp. Það bara þannig sem það Þannig og auðvitað var strax gripið til þeirra ráða auðvitað að fresta gistináttagjaldið eða í raun og veru afleggja það tímabundi og við þurfum auðvitað og þá voru upphaflega hugmyndir eins og þú þekkir komið og brottfarargjald í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar sem við lögum sömuleiðis til hliðar af því að við vitum að það þarf líka að vera skynsemi í því sem við erum að gera. En síðan þurfum við að eiga þetta samtal einmitt auðlindanýtinguna og hvernig við sjáum þetta umhverfið þróast í framtíðar. Tekja áhættuna að hljóma eins og Kató gamli en þó að gera nefnað og því að gistináttargjaldið kemur upp að það mætti gjarnan taka þetta tímabundið aftan af og afnema það bara. Jú.
Það þyrfti að minnst að kosta að fara í verulega svona endurskoðun á því áður en það er tekið upp aftur vegna það er mjög svona broguð framkvæmd á því svona með það sem upp var lagt, en ég ætla nú ekki að fara að predika um það. Ekki hér. Nú förum við. Já, ég sé að þú þarft að eiga þetta samtal. Ég sé að það er þörf fyrir það. Þetta er svona, en þetta er þessi svona sér skattlagning og gjaldaálaga sem að þetta er svona hluti af því, en eins og segir, ég meina þessar stefnuskrár, maður verður var við það, allar þessar stefnuskrár eru nokkuð ítarlegar og þær taka á ferðaþjónustu, þær horfa mikið til þess að eins og til mig hjá VG að auka tekjur sveitafélaga af ferðaþjónustu og þar hefur einmitt verið horft til gistináttaskattsins á undanförnum árum. Já. Og það er svona meðal annars í því samhengi sem að við erum einmitt að nefna þetta að það er skynsamlega að gera það kannski á annan máta. Og kannski velta því upp hvort að við eigum að hreinlega tengja þetta við afkomuna. Já. Það er síðan þessi bara næsta umræða. Tengja þetta einmitt við auðlindanýtingun og þetta er samtalið eiginlega sem við þurfum að eiga. Við erum auðvitað búin að gangi í gegnum alveg gríðanlegan ég veit eiginlega ekki hvernig maður getur kallað þetta rússíbana með þennan uppgang ferðaþjónustunnar þar sem við ræddum ekki annað en einmitt samfélagsleg þolmörk og það var nú bara heilt sumar undirlagt fréttum af hægðum ferðamanna eins og þú manst nú og þetta var umræðan og allir að ræða þetta fram og tilbaka, síðan förum við inn í þennan ótrúlega tíma þar sem bara ferðaþjónusta eins og ég segi ekki á Íslandi, þetta bara í heiminum hrynur. Og þá segi nú höfum við ákveðið svigrúm bara til að draga andan sem ég finnst við að vera að gera, eiga þetta samtal stefnuna, uppbyggingu innviða og horfa til þess hvernig við getum byggt á þeirri þekkingu sem þetta var búin að byggjast hérna upp á þessum áratug. Þetta er og ég held til dæmis bara að við getum alveg sér sóknarfæri því ef okkur tekst áfram vel til að eiga við faraldurinn, þá er ákveðin sóknarfæri því að segja að hér er líka örugt umhverfi og hér er verið að fylgja reglum og hér er okkur umhugað heilbrigði þeirra sem koma hingað að við getum tryggt það sem best. Annað sóknarfæri sé ég í loftslagsmálunum, það er að segja því ferðaþjónustun, það er nú mikið rætt losun frá ferðaþjónustu, hvernig getum við gert ferðaþjónustuna grænni og ég finn fyrir miklum áhuga fólks í ferðaþjónustu einmitt að horfa á sjálfbærari ferðaþjónustu. Einmitt. Og þetta kannski tengist líka einmitt því að núna þegar að við förum að fara í ganga aftur og þá náttúrulega fara menn að horfa kannski til einmitt ýmiss konar nýsköpunar og vöruþróunar til þess að mæta betur akkurat þessum sjónarmiðum sem þú nefnir og við verðum vör við það hér í samtökunum og það er mikill áhuga því og nýsköpun hefur verið gríðarlega stór hluti af náttúrulega uppbyggingafasa ferðaþjónustunnar undanfarin 10 ár og nú er mikið horft inn í framtíðina og velti fyrir okkur hvar eiga eggin að vera í hvaða körfum og hort á uppbyggingu fjórðu stóðarinnar í útflutningsgreinum í hugviti og nýsköpun og slíku. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að svona samspil þessara atvinnugreina, hvar er svona, hver er hylla ferðaþjónustunnar í svona framtíðasýninni inn í, segjum, næstu 10 árin? Já, svolítið áhugavert að skoða stöðuna núna að sjávarútvegurinn er raun og veru að halda sínu svona eftir þetta ár ferðaþjónustan í þessari stöðu sem við höfum rætt, stóriðjan, þessi þriðja stoð sömuleiðis auðvitað búin að vera í miklum erfiðleikum undanfarin ár bara vegna samkeppninnar í álverði en eigi að síður mikilvæg stoð og síðan er mikið rætt að það þarf að fjölga stoðunum eins og þú nefnir, hugverkaiðnaður, þekkingariðnaður, nýsköpun sem eigi að síður tengist öllum hinum stoðunum. Við erum auðvitað að sjá mjög aukna verðmætasköpun í sjávarútvegi með nýsköpun, við erum eins að sjá mjög spennandi hluti gerast í nýsköpun þegar kemur á stóriðju og kolefnisbindingu í tengslum við stóriðju og annað slíkt. Það sama á við ferðaþjónustuna og mér finnst sóknarfærin í gegnum til að mynda bara matvælaframleiðslu og ferðaþjónustu, græna og sjálfbæra ferðaþjónustu sem byggir á hringrásarhagkerfi. Þetta er alveg óteljandi sóknarfæri og ég vil meina að þetta tengist auðvitað allt nýsköpun, þekking og rannsóknum innan greinarinnar. Já, akkurat. Þetta er hlutur sem við einmitt sjáum á svipaðan máta að þessar útflutningsgreinar þurfa að vinna saman. Það er mikil skynsemi í því að ná efnahagslegum stöðuleika með því að þær styðji hvor við aðra sem þær gera klárlega. Tvímælalaust og mér finnst einhvern veginn þessi umræða sem hefur verið aukin nýsköpun í matvælaframleiðslu sjálf er ég þeirra skoðunar að við gætum ná gríðarlegum árangri að auka hér innlenda matvælaframleiðslu
og ég held að það væri líka mjög spennandi fyrir þá ferðamenn og gestir sem hingað koma. Ég meina, og við þekkjum það bara sjálf þegar við förum einhvert, þá viljum við kynnast sko landinu alla leið. Akkurat, og þetta akkurat það sem að okkar gestir orða svo oft í umsögnum og eftir því hverju þeir eru að leita, það þessi svona, ég var að segja, lokal upplifun, þessi upplifun að hitta fólkið sjálft, fá matinn sem er framleiddur bara á næsta bæ eða dregin upp úr firðinum og svo framvegis, þannig að það eru klárlega mikil tækifæri í þessu og við höfum hort svolítið til þess að svona sjóða umhverfið sem að eins og nýsköpunarsjóður, tækniþróunarsjóður og fleira sem að varð kannski til í núverandi mynd eða var aðlagað í núverandi mynd þegar að í kringum upp úr 1990 þegar að svona ákveðin innfyrirtæki voru að koma upp og studdi þá mjög vel við þá þróun að núna þegar við erum farin að sjá atvinnuvegin að þróast í áttina að ferðaþjónustan stóð þá myndum við gjarnan vilja sjá svona sterkari stuðning við akkurat nýsköpunum í þessum atvinnuvegi sem akkurat tengist þá akkurat eins og matvælainum kannski sérstaklega en hugverka innan meðning. Skapandi greinum, ég vil nefna það líka og það er mjög áhugavert bara hvernig með til dæmis kvikmyndagerð á Íslandi hefur skilað sér í mikilli landkynningu og áhuga þá á landinu og ég held að við mögum alls ekki vanmeta gildi þeirra bæði hvað varðar ferðaþjónustuna fyrir utan bara gildi í sjálfu sér sko þegar við erum að hugsa þessar stoðir. Einmitt. Við vöðum aðeins yfir í eitthvað sem er á dagskráni núna. Nú erum við búin að sjá, í rauninni við erum búin að bíða lengi eftir því svona hvað gerist í sumar. Greiningaraðilar hafa verið að rokka fram og tilbaka 1.900.000, 700.000 ferðamenn einhvers staðar þarna á bilinu. Ég held að Seðlabankinn sé komið niður í 700.000 í sinni spá og allt þetta hort út frá verðmætunum sem hver ferðamaður kemur með sér og ríkisstjórnin var að horfa á til þess að gera fjárlaga 900.000 ferðamenn á árinu og þau verðmæti sem að það kæmi inn með lítur út fyrir að það náist mögulega ekki og líklega ekki með núverandi forsendur en við erum strax samt farin að horfa á það að núna inn í maí erum við að sjá viðburð sem að koma mjög áhugaverður viðburður eitt stærsta tölvuleikjamót í heimi að koma til Íslands rafíþróttir og kemur nú sterklega í ljós hversu mikil fyrirhyggja ríkisstjórnarinnar var að setja fram breytta sóttvarnareglur á landamærum frá 1. maí þar sem að menn eru að horfa á það að þetta geti yfir höfuð virkað þannig að hvernig sérðu fyrir þér að þetta geti virkað í sumar okkar félagsmenn eru mjög mikið náttúrulega að horfa á það hvernig sóttvarnasystemið muni verða í sumar og hvort að þetta geti staðist allt saman og vegna þess að öll markasetning og sölustarf núna náttúrulega byggir svolítið á því. Já, þetta fyrirkomulag sem við kynntum á sínum tíma að taka gildi 1. maí og má segja að við erum svona með því að taka upp núna kröfunum neikvæð PCR-próf erum við líka einhverju leiti að svona undirbúa framtíðina og við erum búin að vera að fylgjast mjög nái með þessu hvernig þetta hefur tekist til og það hefur satt að segja tekist betur en ég þorði að vona að setja þá kröfu ofan á enda eru nú langflest Evrópuríki með slíka kröfu. Auðvitað mun þetta fyrirkomla ráðast af stöðinni í faraldrinum í kringum okkur þar sem við erum auðvitað byggja á þessu litakóðunarkerfi þannig að ef löndin er á rauðu þá er bara óbreytt fyrirkomulag og það er erfitt að spá fyrir nákvæmlega hvernig þetta mun ganga fyrir sig og hversu hratt. Ég verð náttúrulega bara að segja það að sko ég persónulega tel að þetta mun ekki gerast sko 1-0 bingo yfir nótt. Ég hugsa að þetta fari hægt af stað sko. En leið eftir því sem bólusetningum vindur fram og við sjáum svona aðeins betur til sólar í þessu þá held ég að þetta kerfi verði mikilvægur liður í því líka bara hvernig við ætlum einhvern veginn að reyna að hreyfa okkur áfram sko. Akkurat. Þetta er eitthvað sem okkar félagsmenn alltaf horfa mjög mikið á núna og ekki síður bara hvernig sumarið verði og inn í næsta vetur til dæmis varandi Schengen takmarkarinnar og annað slíkt og ég held satt að segja, sko mér finnst við og ég veit það alveg að ákvörðun okkar í ágúst að taka upp þetta tvöfaldakerfi var alveg umdeild en ég hef líka svona fylgst ágætlega með umræðinni á alþjóðavettvangi og ég held að það að taka þá ákvörðun þá og hafa í raun og veru viðhaldi því kerfi síðan
Já, mér finnst við hafa verið samkvæmt sjálfum okkur og ég heyri það víða frá svona mínum kollegum að þeim finnst ekkit verra að það sé bara eitt kerfi í raun og veru sem svona gagnsætt og ég held að kerfið 1. maí byggi á sömu sjónarmiðum ákveðið gagnsæi og að það sé ekki bara verið að skellilás hérna yfir nótt eins og við höfum bara ítrekkað sig gerast í gegnum þennan faraldur sko. Og síðan opna aftur 12 dögum seinna sko, hvernig það nú sko. Þetta náttúrulega langarviðast fyrir okkur í ferðaþjónustunni þegar þetta eitthvað ringl á hlutunum. Já, og ótrúlega margar sögur sem maður hefur heyrt af miklum örðuleikum fólks bara við að komast á milli staða, þannig að þá kannski einhverju leyti, og ég finn það til að mynda frá erlendum blaðamönnum sem hafa verið að koma hingað og hafa farið í gegnum þetta, þú veist, tvöfalda skimun og sótkví. Þetta bara merkilega lítið vesen. Svona miðað við hvað í gangi annars staðar í heiminum, segðu til. Hvað í gangi í veröldinni? Já, það ágætt að það upplifun einhverja. Já, ég hefði ekki trúað því að ég væri að segja þetta, skilurðu. Svona miðað við hvernig heimurinn var, en eins og hann núna, þá þetta kannski svona með betri kerfi. Akkurat. En ef við horfum núna inn í bara næsta kjörtímabil, kosningar, við erum Ætlar þú að koma með spá? Nei, ég ætla nú ekki að gera það. Nei, nú verð ég fyrir vonbrigðum með þig. Kannski síðan. Það sem að ég að velta fyrir mér sko, nú þetta svolítið sérstakur tímabúti fyrir kosningar. Það að segja að hausti. Þetta eitthvað sem við erum svona almennt ekki vön og undanfarin ár þegar hafa verið þessar 2 haustkosningar sem við hefum haft, þá hefur við séð það að það þarf að undirbúa fjárlög sjálfsögðu og allt svona og síðan tekur ný ríkisstjórn við einhvern tímann á haustmánuðum og þarf að fara að kokka eitthvað í því en svona grundvöllurinn kannski náttúrulega lagður af fyrri ríkisstjórn eða þar að segja fjármálaráðuneytinu og þá ráðherrum fyrri ríkisstjórnar. Og svona horfandi á það og það að þið eru náttúrulega hjá VG augljóslega að horfa á það að vera í næstu ríkisstjórn eins og allir stjórnmálaflokkar alltaf. Erum við ekki að því? Bara jú, að sjálfsögðu. Þannig að þá spurning hvort við getum skoðað það sko, hvað sérðu fyrir þér að þurfi að vera svona út frá til þess sem við erum búin að ræða atvinnuleysi, mikilvægi þess að ná hraðri viðspyrnu og svo framvegis. Eitthvað svona 2 til 3 aðgerðir sem þú telur að þyrfti að vera í forgangi þegar horft til dæmis fjárlaga inn í næsta fjárhagsár og síðan ekki bara síður bara inn í kjörtímabilið. Hvað þarf að ganga í fyrst og strax? Já, sko, við erum auðvitað að horfa til þess og við bara, sko, sem höfum setið í þessari ríkisstjórn, höfum bara það mikla trú til að mynda á ferðaþjónustunni að hún muni rétt úr kútnum og við höfum það mikla trú bara á íslensku efnahagslífi að við teljum að við munum auðvitað sjá mjög breytta mynd þegar við erum svona komin inn á þetta ár og við munum sjá batan svona auðvitað ekki eins og ég segi yfir eina nótt en hann verði tiltölulega hraður. Ég held, ef ég má nefna nokkra þætti, þá myndi ég segja að mér finnst sko ef við höfum svona séð eitthvað sýna sig í þessum faraldri þá það þetta bara mikilvægi þess að hafa öflugt velferðarkerfi, öflugt heilbrigðiskerfi, öflugt menntakerfi. Mér finnst allt þetta, allir þessir innviðir hafa sanna gildi sitt mjög rækilega í þessum faraldri og í raun og veru mjög merkilegt einhvern veginn að við höfum getað í raun og veru nýtt þessa aðferðifræði sem við höfum verið að gera með þessu jafna aðgangi allra prófum og þessu mikla samstarfi vísindana og heilbrigðiskerfisins. Þannig að við munum hafa þá skýru sinn að við eigum að standa vörð þessi kerfi. Það verður eðlilega kallað fyrir aðhald í ríkisrekstri í ljósi þessa mikla halla sem á ríkissjóð og þá hef ég sagt það á ekki að verða á kostnað þessara kerfa en auðvitað eigum við að skoða það hvað við getum gert öðruvísi. Og eitt af því sem við höfum verið að vinna að til að mynda að nýta í auknum mæli þessa stafrænu þjónustu sem líka skapar mjög mikil tækifæri til dæmis bara fyrir störfun staðsetningar og annað slíkt sem það má segja að það við svona opnað augu margra fyrir því að við þurfum ekki öll að vera á sama stað og sömu torfinni. Ég held að þessi fjárfesting sem við höfum ráðist í núna í nýsköpun og þekkingageranum við höfum að halda áfram á þeirri braut og hún mun nýtast öllum atvinnugreinum og hún mun verða mjög mikilvægur þáttur í uppbyggingunni. Og síðan vil ég segja það að við höfum þetta farið í mikla vinnu við innviðauppbyggingu og eigi að síður þá ennþá gríðalegt verk óunnið í því og það held ég að verði mjög stóru verkefni framöndan áfram í innviðafjárfestingum á Íslandi. Það tengist ferðaþjónustunni,
eins og öðrum greinum og það í raun og veru má segja að annars vegar hafi hrunið á sínum tíma sett á ákveðið strik í innviðafjárfestingu en líka bara hafa kröfuna breyst og samfélagi breyst og til að mynda ef við erum að hugsa bara ferðaþjónustuna bara sem skilurðu allt utanumhaldið reiðir sig á öflug fjarskipti bara svo dæmi sér tekið þannig að þetta verður risastórt verkefni áfram. Ég held að við verðum að gera ráð fyrir því að þó að ríkissjóður sé skuldsettur núna þetta muni taka ákveðin tíma. Það eru þetta aðeins aðrar aðstæður núna en voru hér 2008-2009 en ég hef þá trú að við séum á þeim stað að við munum geta risið til að hratt upp og Ísland bara haldið áfram á góðri braut. Ég held að látum það vera bara mjög góð lokaorð en það held ég að við vonumst öll til þess að þetta gerist hratt og vel. Kæra þakkir Katrín fyrir að vera með okkur og gangi ykkur sem allra best í allri ykkar baráttu framundan. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Þættirnir verða sýndir á miðvikudagsmorgnum klukkan 9:15 á Vísi og Facebook síðu SAF og við vonumst til þess að þið verðið með okkur áfram eins og hingað til. Takk.